Er hægt að búa til rafmagn? Í grunninn nei. Rafmagn er orka og við búum ekki til orku. En við getum umbreytt einhverri orku yfir í raforku og þannig tölum við kannski frekar að framleiða rafmagn. Kannski ekki beint rangt að segja að við getum búið til rafmagn, en samt. Yfirleitt þegar við búum til raforku þá erum við að umbreyta hreyfiorku yfir í rafmagn. Þetta er gert í vatnsaflsorkuverum, þá er það vatnið sem rennur framhjá sem snýr hjóli sem að býr til rafmagnið. Í vindmyllu þá snýst spaðinn, alltaf eitthvað að snúast. Það sem er í raun að gerast er að við erum með víravirki og segulsvið og með því að snúa vírnum eða segulsviðinu að þá búum við til rafmagn. Hérna er með vasaljós, sjáðu, það lýsir ekki mikið, lýsir eitthvað smá. En ef ég tek sveifina hérna aftan á og sný, þá bý ég til rafmagn og þá kemur sterkara ljós. Það er hægt að stýra því hvað ég bý til mikið rafmagn með því að hver styrkur segulsviðsins ef ég er þar að segja með rafsegul. Þetta er gert í virkjunum, ef það er lítið vatn eða lítill vindur þá er létt á segulsviðinu í seglinum og þá snýst þetta léttar. Mikið vatn eða mikill vindur þá er þrengt, sett á sterkara segulsvið, þá þarf meira afl til þess að snúa og þá er búið til meira rafmagn. Þetta er gert í rafmagnsbílum til dæmis, þegar við erum að nota bremsurnar á rafmagnsbílnum til þess að hægja á bílnum. Ef hann er að fara niður langa brekku þá voru á sumum bílum hægt að stilla á stífar og stífari bremsur því að þá hleður bílinn meira og meira rafmagn inn á sig eftir því sem brekkan er brattari. Ef við erum alltaf með á stífustu bremsunni þá myndi hann bremsa bara leið og hægjum á okkur og það er ekki brekka. Þannig það er hægt að stilla hvað við búum til mikið rafmagn. Síðan er líka hægt, sjáðu hérna er svona smá sólarrafhlaða. Það er hægt að umbreyta ljósorku, varmaorku út í það er farið yfir í rafmagn og það er það sem gerir rafmagn að svona heppilegum orkugjafa. Það er auðvelt að flytja rafmagnið, langar leiðir, auðvelt að umbreyta því yfir í hreyfiorku í mótorum, varmaorku í alls konar hitatækjum, ljósorku í ljósum og svo framvegis. Gallinn við rafmagn er að það er erfitt og dýrt að geyma það.